Herru, við skulum demba okkur þá í textan, hvort sem það sé í biblunum ykkar eða í símónum eða hvað sem það er. Við ætlum að fara í fyrsta Korinthubréf 8. kafla, við höldum bara áfram í gennum Korinthubréfið. En svona áður en að, það er svolítið merkileg vers út af því að það sem við verðum að tala í 8. kafla er skurðgoðadýrkun, kjötát og þetta hefur rauninni, þannig sé ekki beint skurðgoðadýrkun eða kjötát. Er þýðingartækin að virka alveg pottet? Ég er að glemma hvort ég myndi að stinga í samband. Er þetta alveg í sambandi? Já, ok. Ok, þannig að við erum í versum sem að díla við skurðgoðadýrkun og kjötát. En samt, í heildina litið yfir versin í dag, þá erum við að tala eitthvað miklu meira heldur en bara það sem gerðist sem að kalla þá skurðgoðadýrkun eða kjötát í sjálfum sér heldur þekkinguna og kærleikan sem lá á bak við gjörðir kirkjunnar í Korintu. Þannig að ég man til dæmis þegar ég var 7 eða 8 ára gamall, þá ég ólst upp í kirkju, ég tók trúna mína rosalega alvarlega þegar ég var yngri þrátt fyrir ég vissi ekkert hvað hún snerist um. Ég man í eitt skipti, þegar við vorum að byggja kirkjuna sem ég ólst upp í, þá var það í Smárakörfunni í Kópavogi. Og ef þið farið í Smárakörfið, þá er núna Smáralindin annað moll og fullt af búðum og annað eins. En þegar við vorum að byggja kirkjuna hana, þá var það staður þar sem fólk kom og lét hundana sína gera þarfir sínar. Það var ekkert í kring og við ákveðum bara að byggja kirkju hana og ég var að fara í Lindaskóla og Lindahverfi var eiginlega ekki byggt. Það var bara svona mói, það sem að Lindahverfi er núna og upp á svona hæð í móanum var eitthvað svona lítið musteri eða ég veit ekki alveg hvað ég var að kalla þetta. Þetta er enn þann dag í dag er svona lítið eitthvað hvítt hús við hliðina á Lindakirkju, það sem Lindakirkja er núna. En allavega, þá vorum við að pæla í skurðgoðadýrkun á Íslandi og þegar við vorum svona 7-8 ára þá átti ég vin sem að hljóp upp að þessu musteri og stal Búdda sem var inn í musterinu. Hann braut glerið, stal Búdda, fór að grófa hann einhvers staðar og svo var það alveg stórmál út að það var komin lögregla í leitina að Búdda einhvers staðar í Lindahverfinu og hann var alveg orðinn skítræddur og fór svo loksins og tók Búdda og lét aftur inn í musterið eða hvað sem að þeir kalla það. Mér minnir að það verið Búdda allavega. En þetta var okkar leið sem 7-8 ára einstaklingar að fara og ráðast á skurðgoðadýrkun á Íslandi. Og það sem finna er að skurðgoðadýrkun þarf ekki að líklegast var þessi stytta okkar minnsta vandamál á Íslandi. Það er líklegast mjög fáir sem komið til þessari styttu til þess að tilbiðja hana sem guð eða eitthvað svoleiðis. Heldur skurðgoðadýrkun á Íslandi í dag tekur allt öðruvísi mynd. Það getur verið hvað sem er. Það getur verið það sem tekur hugsanir mínar eða umhyggju eða tilbeiðslu mína, það sem ég fórna til þess að eiga, hamingjuna mína, hvað fær allan tíma minn eða peningana mína eða einbindinguna mína. Það þarf ekki að vera stytta eða steinn, það getur líklegast verið einhverjum góðir hlutir, jafnvel sem að við horfum á merkilegri en Guð og við gefum meiri tíma heldur en Guð. En í rómversku samfélagi, í textanum í dag, þá var frekar augljóst hvar skurðgoðadýrkunin átti sér stað og það var oftast þegar fólk kom og það tilbað einhverja styttu eða stein og sagði að þetta væri þeirra Guð og við lesum Pál vera að skrifa til fólks á öðrum tíma og við lesum hérna bara allan 8. kafla þessi 13 vers. Hér segir: Þá er að minnast á kjötið sem fórnað hefur verið skurðgoðin. Vér vitum að þekking höfum við allir. Þekkingin blæs menn upp en kærleikurinn byggir upp. Ef einhver þykist hafa öðlast þekkingu á einhverri, þá þekkir hann en ekki eins og þekkja ber. En ef einhver elskar Guð, þá er hann þekktur af honum. En hvað varðar neyslu kjöts sem fórnar hefur verið skurðgoðin, þá vitum við að skurðgoðin er ekkert í heiminum og að enginn er Guð nema einn. Því að enda þótt til séu nefndir guðir, hvort heldur er á himni eða jörðu, en það eru margir guður og margir herrar, þá höfum við ekki nema einn Guð, Föðurinn, sem allir hlutir eru frá og líf vort stefnir til, og einn Drottinn, Jesú Krist, sem allir hlutir eru til orðnir fyrir og vér fyrir hann. En ekki hafa allir þessa þekkingu. Af gömlum vana eta nokkrir kjötið allt til þessa sem fórnarkjöt, og þá saurgast samviska þeirra sem er óstyrk. En matur mun ekki gjöra oss þóknarlega Guði, hvorki missum við neins þótt við etum eða það ekki, né ávinnum við neitt þótt við etum. En gæti þess að þetta frelsi ykkar verði ekki hinum óstyrku að falli.
Því að sjái einhver þig sem hefur þekkingu á þessu, sitja til borðs í goðahofi, mundi það ekki stæla samvisku þess sem óstyrkur til að neyta fórnarkjöts. Hinn óstyrki glatast þá vegna þekkingar þinnar, bróðirinn sem Kristur dó fyrir. Þegar þér þannig syngir gegn bræðrunum og særið óstyrka samvisku þeirra, þá syngir þér á móti Kristi. Þess vegna mun ég, ef matur verður bróður mínum til falls, aldir og ævi, ekki kjöts neyta, til þess að ég verði bróður mínum ekki til falls. Þannig að ef við byrjum bara örstugt til að skilja textana eins betur, þá er gott að frá svolítið sagfræðilegt samhengi í hlutina. Þannig að á þessum tíma þá fór fólk ekki í bónus og keypti sér augljóslega lambalæri eða kjúkling eða hvað sem það var. Kjöt var rosalega lítið að fá, þannig að það var mjög lítið borðað af kjöti í gamla daga. Til dæmis mikilvæga máltíðin okkar, þeir fengu ekki serjós eins og við eða hvað sem við viljum borða á morgnana. Mikilvægasta máltíðin þeirra var bara engin máltíð yfir höfuð, oftast borðuðu þeir ekki neitt á morgnana, bara vöknuðu og fóru að vinna, kannski borðuðu eitthvað á leiðinni í vinnuna ef þau þurftu að labba. En matavennin á fyrstu öldinni var mjög öðruvísi heldur en hún í dag. Þannig að oftast þá var hádegismatur og það var kannski fiskur og það var kannski brauð og það var kannski eitthvað grænmeti eða ávextur. Og sama með kvöldmatinn. Það var ekki stór hádegismatur og kvöldmaturinn var alveg eins, oftast fiskur, grænmeti eða brauð. Og oftast var kvöldmáltíðin var stundum 2-3 tímar út af því að það var tími þar sem fjölskyldan kom saman og þar sem við nutu hvers annars og voru ekki út af því að þau voru að borða svona rosalega mikið, heldur út af því að þau voru að eyða tíma saman. Og það var ekki mikið kjöt í fyrstu aldar matavenninni og oft var kjöt mjög dýrt. Þannig að ef þú ætlar að kaupa kjöt þá varstu oftast einstaklingur sem varst mjög ríkur og þú gast keyptir kjöt, en ef þú varst venjuleg manneskja á fyrstu öldinni þá var mjög erfitt fyrir þig að redda þig kjöti nema þegar það var tími þar sem það var meira kjöt í boði heldur en fólk vildi. Og þá var kjöti orðið mjög ódýrt augljóslega. Þú veist að ef það er meira kjöt og fáir vilja kaupa kjötið, að þá er ódýrari kjötið og þú getur sem venjuleg manneskja keyptir kjöt og oftast á fyrstu öldinni var það einungis kjöt sem var að finna í húsum þar sem að einstaklingar voru búin að koma inn og þeir voru búin að fórna til guða sinna. Þannig að þeir voru búin að koma inn, þeir voru búin að fórna dýrum til stytna eða steina eða hvað sem það er og kjötið þá var fullt af kjöti og ekki nóg að fólk getið að borða allt kjötið og þá var það mjög ódýrt. Þannig að ef þú vildir eitthvað kjöt sem venjuleg manneskja á fyrstu öldinni þá var það oftast fórna til skurðgoða. Og við sjáum að kaflinn hann byrjar á í fyrsta versi þá er að minnast á kjötið sem fórna hefur verið skurðgoðin. Þá er að minnast á kjötið sem fórna hefur verið skurðgoðin og hann byrjar kaflan á eins og hann sé að svara spurningu sem hann er búinn að fá. Og fyrsta Korinthubréf er helmingurinn af samtali sem við höfum. Þannig að við erum með bréf sem Páll fékk sem við erum ekki með í höndunum og hann er að svara spurningum sem Korintumenn er að koma með til hans. Og í grunninn þá var spurning Korintumanna til Páls þessi: ef ég borða kjötið sem er fórnað til falsguða, er ég þá að taka þátt í falsguðadýrkun þeirra? Þannig að ég er með einu sinni ári, 2 ári, 3 ári þar sem ég á efni á því að kaupa kjöt út af því að það er fórnað til falsguða. Ef ég kaupi það kjöt og það sem hann talar líka er að jafnvel borða það inn á, goðahofi, að borða það kjöt á þeim stöðum þar sem það var fórnað, er ég að taka þátt í falsguðadýrkuninni sem er að eiga sér stað ef ég neyti þess kjöts út af því að þetta er eina kjötið sem ég get keypt mér. Og svar Páls í stuttumáli þetta eru styttur. Þetta eru ekki guðir, þú veist það, ég veit það, þannig að þú ekki taka þátt í að tilbiðja þá sem guði, þar sem að þú veist að það er einn sannur guð. Að þessar styttur eru langt frá því að vera sá guð og þú ert augljóslega ekki að tilbiðja þá sem guði ef að þú ert að borða kjötið sem að aðrir eru búin að í vanvisku sinni fórna til þessara falsguða. Og glíma kirkjunnar við þessa spurningu er ekki farin. Þú veist, núna 2000 árum seinna, hún er ekki farin, hún er búin að taka á sig svolítið aðra mynd. Þú veist, eins og spurningarna í dag eru meira eitthvað álíka til dæmis ef ég drekk áfengi. Ef ég drekk áfengi á Íslandi í dag, er ég að taka þátt í menningu sem á það til að ofnota og misnota áfengi. Eða get ég notið þess á guðlegan hátt, þú veist, ekki verið fullur, get ég drukkið og annað eins og ekki verið að taka þátt í menningunni sem hefur skapast í kringum þetta sem er mjög óheilbrigð.
Eða fólk hefur til dæmis farið mjög langt með þetta, til dæmis sumar menningar þar sem afneitað peningum, afneitað tækni, afneitað áfengi. Ég veit ekki hverjir ólust upp í kirkjuna. Gengu einhverjir í gegnum það að brenna geisladiskana sína einhverju tímabili. Var ég einn, já, Catherine með mér í þessu. Þannig að, þú veist, þessu rocktónlist. Ég ólst upp við að rocktónlist væri af djöflunum komin. Þú veist, saman hvort það var kristilegir, eða það var bara svona eitthvað ef að gítarinn var notað á eitthvað sérstakann hátt, þá var það af djöflunum komið og ég átti að brenna geisladiskana mína sem voru rocktónlist og svo var rapptónlist eins. Þannig að, þú veist, margir í dag eru mjög á móti, jafnvel kristilegu rappi út af því að þeim finnst að vera að upphefja sjálfan sig eða getu einstaklingsins til þess að rappa og mjög margir búin að fara langt með þetta. Til dæmis í götóttum buxum í dag. Þú heyrir mjög marga að segja ef þú ert að predika í götóttum buxum að þá ert þú að reyna að líkast heiminum frekar en Guði. Þannig að þeir eru að berjast á móti að fólk sé í kirkjunni í götóttum buxum. Dans, náttúrulega eins og ég elska sjálfur púritanana í gamla daga. Ég elska guðfræðina þeirra, en það voru einnig mjög óheilbrigðir púritanar sem voru til dæmis á móti spilum og dansi sem að ég dansa nú ekki mikið, en ég er svo sem ekkert á móti dansi. Við sjáum þetta sama í kirkjunni í gennum aldirnar þegar trommur kom á sviðið, að þá var það verkfæri djöfulsins og fólk vildi ekki hafa trommur. Meira að segja einu sinni var það stórmál að fólk vildi láta sæti í kirkjuna eins og við erum með í dag. Þannig að þessi bekkir sem allir eru svona, þetta er svo formlegt og þetta er svo kirkjulegt. Einu sinni var þetta stórmál. Að bæta við sætum inn í kirkjur var bara, nei, þetta er á djöflinum komið, þetta búið þægindi, þetta búið að þetta snýst þig og annað eins. Þannig að það er fullt af menningum og fullt af kristnum sem eru búin að taka fullt af atriðum sem er engan veginn svona lykilatriði í kristinni trú og gera það að svona aðalatriði oft og þannig eins. Og við stundum til dæmis, eins og ég hef lent í þessu sjálfur, að einu sinni var ég tekinn til hliðar eftir að hafa predikað í götóttum buxum. Oftast er ég ekki í götóttum buxum. Ef ég er í götóttum buxum þá er það ekki til þess að reyna að vera cool, það er út að ég er bara tími ekki að koma með nýjar. Þannig að einu sinni var ég í svona gömlum buxum og reyndar að koma að gata þessar buxur hérna og það var tekið mig til hliðar eftir samkomuna og sagt, heyrðu, þú ert að líkast heiminum alltaf mikið, bara þú ert ekki, ég gæti ekki hlusta á hvað þú ert að tala, þú ert ekki að tala frá Guði út af því þú ert að reyna að vera töffari og reyna að vera, þú veist, óguðlegur í hugsuninni. Og þegar ég spurði hann hvernig fötum á ég að vera í þá var það jakkaföt. Vertu í jakkafötum. Guðlegir menn eru í jakkafötum. Og ég hugsaði, ok, þú ert að reyna að líkast heiminum líka, nema heiminum þinn er 1950 og minn er 2016. Þannig að þetta er fyndin hugsun sem hefur átt sér stað, en þetta er ennþá glíma sem kirkjan á við í dag, í ýmsum atriðum. Að við sjáum, við lifum í menningu sem horfir á peninga og óheilbrigðan hátt, eða nota tækni til þess að gera hræðilega hluti. Og til eru menningar sem segja, ok, ég ætla að afneita peningum, ég ætla að afneita tækni. Og þannig að þessi spurning, versin er ekki hana, en þessi spurning í versunum í dag eru enn eiga við í dag. Get ég notið þess sem er notað til ilsku? Get ég notað það sem hefur verið misnótkað og hort á mjög óguðlegan og slæman hátt og get ég notið þess? Get ég notað tækni ef það er misnótað? Get ég notað peninga þrátt fyrir að í íslensku samfélagi er hort á peninga sem oft guðfólks. En á ekki peninga, þá á það ekki hamingju. Allir tilgangur þeirra snýst að eignast meiri peninga og annað eins. Þannig að við búum í brenglaðri menningu, í brotnum heimi og Páll hann minnir korundumenn á að nærvera þeirra í menguðum heimi mingar þá ekki. Það var drottinn þeirra, það var Jesús Kristur sem var umkringdur tollheimtumönnum. Það var umkringdur hórkonum og drykkjumönnum og það var sami einstaklingur, sami Jesús Kristur sem dó fyrir þá á krossinu. Það að hann var umkringdur synd gerði hann ekki syndugan. Það var hann sem dó fullkominn á krossinu fyrir þá, þrátt fyrir það að vera í sömu menningu og þeir, þrátt fyrir það að vera umkringdur hórkonum og tollheimtumönnum og drykkjumönnum, að þá var það sami einstaklingur, frelsar okkar Jesús Kristus sem hékk á krossinum og hann var syndlaus. Og þess vegna erum við með von í dag. Eina ástæðan fyrir því að við komum og tilbiðjum Guð okkar Jesús Krist og frelsara er út af því að hann var syndlaus í okkar stað. Það var hann sem bar okkar synd því að hann var ekki syndugur sjálfur. Þannig að þetta er miðpunktur
miðpunktur vonar okkar að hann var syndlaus og bar á sig mína synd. En það var sami frelsari þeirra sem gekk í þessari mengaðri menningu í þessum brotna heimi og hann syngaðist ekki með því að vera í návist brotins heims. Návist tollendur manna. Og það mannaða var að þegar Jesús gekk á jörðinni að þá var það ekki það óhreina sem gerði það hreina óhreint. Að þegar Jesús Kristur gekk á jörðinni þá var það hreina sem snerti það óhreina og það óhreina var hreint. Að þegar hann snerti okkur, þess að oftast þá notum við hreina tusku til þess að þrífa borð og oftast það sem byrjaði á því að vera hreint og nota þess að hreinsa andra hluti verður svo óhreint í sjálfu sér. En þegar Jesús Kristur kom á jörðina þá var það ekki hann sem óhreinkaðist við að snerta okkur, þá var það hann sem hreinsaði okkur með því að snerta okkur. Það er svo magnað við Jesús Kristur fagnaðarindi að þegar hann snertir okkur þá gerir hann það. Og fólk hugsar í dag, ég get ekki nálgast Guð, ég er ekki nógu góður. Það er ástæðan fyrir því að við syngjum náð. Það er ástæðan fyrir því að við erum alltaf að tala náð. Og miskunn Guðs út af því að punkturinn ekkert okkar nógu góð. Að þegar við komum fram fyrir krossin, þá skiptir engu máli hver vinnan þín eða staða þín í þessum heimi, að frammi fyrir krossi Kristi erum við öll syndarar og þörf og frelsara og einu munurinn á hennum kristna og hennum ókristna er að hennum kristni hefur tekið á móti gjöf Guð sem í Jesú Kristi. Það er að fallega við fagnaðarindið og hann snerti okkur í óhreinindum okkar og við urðum hrein og Guð okkar. Það er hann sem fangar, til og með tekur fanga og gerir það valdhafa eins og Jósef í Gamla testamentinu. Það er Guð okkar sem tekur morðingja og gerir hann að mann eftir Guðs eigin hjarta eins og Davíð í Gamla testamentinu. Og það er Guð okkar sem tekur hryðjuverkamann eins og Pál, eða Sál eins og hann þekktir í byrjun og gerir hann að Pál postula. Skrifaði 2/3 af Nýja testamentinu. Hryðjuverkamaður. Eða það er Guð okkar sem tekur aumingja. Eins og hann segir það sjálfur, ég er ekki kallan aumingja. Gídeon segir að hann láta mig leiða herinn. Ég er aumingin, ég er aumasta ættbálknum og ég er mesti aumingin í mínu ættbálk og þú ætlar að láta mig, kalla mig hetju. Og hann notar hann, Gídeon, til þess að leiða herinn sinn. Og verk Guðs okkar það bendir okkur á að við eigum ekki skilið það sem við fáum og það er náðin sem við syngjum alltaf það er náðin sem við tölum alltaf að það er hrein að koma og það snerti okkur sem við vorum óhrein og það hreinkaði okkur. Og hann Páll, hann nefnir þekkingu og þekkingin er góð svo lengi sem hún leiðir yfir eitthvað annað. Þannig að í versunum í dag þá talar hann að þekking okkar eigi að leiða lengra heldur en bara að þekkja. Þekking okkar á að leiða okkur í að elska. Að þegar það var fullvissa þeirra að skurðgoðin voru ekki guðir sem hreinsaði samviskuna hana. Þannig að hann er að segja, neyti kjötsins og þið vitið að það eru styttur. Þetta er ekki guðir, saman hvað aðrir segja, þið vitið það er einn sannur guð og þegar þú ert að borða kjötið, þá ert þú að þakka Guði fyrir þá góðu blessun sem hann er búin að blessa þeim með. Þannig að þeir voru ekki tilbyggja falsguði þeirra, þeir voru að neyta kjöts og þökkuðu hinum eina sanna Guði. Og þeir myndust þess sem að Habakuk skrifar í kapla 2, í þessi 18-20, þá segir hann, hvað gagnar skurðmynd að smiðurinn sker hana út, eða steift líkneski og lygafræðari að smiðurinn treystir á það, svo hann býr til mállausa guði. Vei þeim sem segir við trédrumb, vakna þú, rís upp. Við dumban steinin, mun hann geta frætt? Nei, þótt hann sé búinn gulli og silfri, þá er engin andi í honum, en drottinn er í sínu heilaga musteri, öll jörðin beri hljóð fyrir honum. Og það var þessi þekking. Það var þessi þekking sem að Habakuk bendir til, sem að allt Gamla testamenti bendir til, sem segir það er einn sannur Guð. Þú getur búið til einhver styttu, en hún segir ekki neitt, hún gerir ekki neitt. Hún situr hana á meðan þú biður, en hún getur ekkert gert þessi stytta henni. En það var þessi þekking sem hreinsaði það í því að neyta kjötsins. Og þrátt fyrir að vera í falsguðahúsi, umkringdir falsguðadýrkendum, tilbeiðandi styttur og steina, þá voru það þeir sem voru að neyta kjötsins fullvissir að mengað umhverfið þeirra, þar sem að þeir voru í Korintu, þar sem að allt var umkringt falsguðum og falsguðadýrkendum, að það mengaði þá ekki út af því að réttlætið þeirra var í Jesú Kristi. Að rétt eins og þegar Jesús Kristur gekk á meðal syndugra manna, þá mengaðist hann ekki, og þá er það eins fyrir okkur að Biblan talar að við erum íklædd Kristi. Að
að þegar Guð horfir á okkur, þegar við stöndum fram fyrir Guði og við viljum að hafa einhverja vonum að vera með honum að eilífu, þá það ekki sjáðu hvað ég hef gert. Eins og gæjanir gera, drottin hefur verið ekki spáð í þínu nafni og predikað í þínu nafni og kastað út djöflum í þínu nafni eins og kemur í Matteus 7. kafla. Við komum ekki þannig fram fyrir Guð, sjáðu Guð hvað ég er búin að gera. Ef að Styrkár eða Ragnar myndi fara innan í dag, þá verður það ekki, sjáðu Guð, ég var að fara til Úkraínu þína vegna, eitthvað, reyna að sjá hvernig við getum. Það er ekkert gott sem við getum komið sem að réttlætir okkur fram fyrir Guði, það er það að hann hefur elskað okkur, það er að við erum íklædd í Kristi. En Páll hann minnir á að þekking blæs upp og kærleikurinn byggir upp. Og það er að segja að þetta snerist ekki bara það hvað þeir vissu. Þetta snerist hvað þekking þeirra leiddi þá áfram í að vita. Það var ekki bara hvort þeir vissu hver Guð var og að frelsi fengist að ná fyrir trú. Það sem skiptir máli er hvort að þekking þeirra leiði þá í að lifa í ljósi þess. Við getum sagt endalaust frelsaður að ná fyrir trú. En breytir það einhvern veginn hvernig við lifum lífum okkar? Þess að síkasti þetta voru svona mjög erfiðar vikur fyrir mig og Svöfu og ég teki eftir bara hvað gleðin okkar er fann að fara svolítið, við erum bara svona þreytt og við erum bara svona að reyna að komast ekki inn í dagina og svona eftir að þau eru farin að sofa þá bara svona liggjum við einhvern veginn heiladauð bara upp í sófa og erum bara svona láta maður Netflix eða eitthvað og svona gleðin er búin að fara svolítið úr lífun okkar og ég er svona ok, í ljósi þess að við vitum hver Guð er, við vitum hver við erum, ég vil ekki að hafa meiri þekkingu heldur en bara það gleði sem byggist meira á því sem hver Guð er og hvað hann hefur gert fyrir okkur heldur en bara hversu þreytt við erum í þessum kringumstæðum. Eigum við ekki að vera gleðin, glatt fólk, kærleiksríkt fólk og elskandi fólk. Þannig að við getum sagt frelsaður að ná fyrir trú, en sést það í langlindi eða í auðmýkt eða í umbrúlindi okkar. Sést það í hvernig við tölum með annan fólk eða var það þekking þeirra einungis sem að leiddi þá ekki neitt, sem að já, ég er frelsaður að ná fyrir trú en það hefur engin praktísk áhrif á mitt líf. Hvernig getum við sagt frelsaður að ná fyrir trú en samt verið hrókakýttir? Samt lifa fyrir okkur sjálf og samt hort niður á aðra þegar við áttum okkur á því að eina ástæðan fyrir ég standi fram fyrir Guði og ég er réttlátur og ég hef samband við Guð er út af hann hefur gert eitthvað fyrir mig, hvernig get ég þá verið svona eigingja? Og þekking sem leiðir okkur ekkert er ekki bara gagnlaus, hún er skemmandi. Þannig að til dæmis í dag erum við búin að vaksa í þekking á Guðfræði og hver Guð er og hver við erum en það hefur engin áhrif á hvernig við lifum okkar lífi eða hvernig við sjáum Guð eða okkur sjálf. Þannig að frelsaður að ná fyrir trú en það skiptir okkur engu máli að við séum ekki náðugir til annarra. Eða við dveljum á því að Guð hefur verið langlyndur og hann hefur frelsað okkur og hann hefur fyrirgefið okkur en samt skiptir engu máli að þrátt fyrir að okkar þráður sé alltaf stuttur. Og það er eitthvað sem við þurfum að passa held ég í okkar kirkju sérstaklega þetta. Ég hef voða litlar áhyggjur af því að við eigum eftir að falla í einhverja villutrú í þekkingun okkar. Það sem við þurfum að passa í okkar kirkju er að við leifum í þekkingun okkar að keyra okkur eitthvað lengra heldur en bara þekkingu. Ef við þekkjum Guð betur og við getum sagt alls konar ný orð í Guðfræði eða hvað sem það er, en elskum við vel, en þjónum við vel, eða erum við með stærra hjarta fyrir Íslandi, stærra hjarta fyrir því að við getum hótt þetta strætinu og við getum séð fullt af fólki sem er að glatast. Finnum við meira fyrir þingslinu sem að þörfin er á Íslandi eða erum við bara að vaksa í þekkingu? Ef að þekkingu okkar leiðir ekki neitt þá skiptir þekkingu okkar ekki máli. En kærleikurinn sem Páll talar hann fer algjörlega á móti nútíma hugsun kærleik. Ég man ekki hvort að þið munið eftir þessu, en það kom það sem kallaðist Free the Nipple, hreyfingin munið eftir þessu. Og þetta voru Íslendingar alveg bara ógeðslega hæpaðir upp yfir þessu eins og allt svona sem gerist.
Og ég man það kom einhver svona grein þar sem að einhverjar konur voru labbandi niður Laugaveginn, bera voru ofan og eitthvað svona að tala já, mér finnst þetta ekki kynferðislegt og mér langar bara að vera frjáls og mér drullu saman hvað öðrum finnst. Og ég var að hugsa fyrsta Korinthubréf þegar ég var að lesa þessa grein, hversu öðruvísi hugsun heimsins með kristna hugsun. Að þannig að þau voru að segja, mér finnst og mér drullu saman hvað öðrum finnst, ég ætla bara að gera það sem mér finnst. En það sem að fyrsta Korinthubréf kennir okkur hérna að jafnvel ef þú ert með þessa þekkingu, jafnvel ef þú veist að stytturnar sem fyrir framæðu, þeir falskuðardýrkendur sem kringum þig ekki að tilbiðja Guð að stytta, að þá segir hann, jafnvel ef þú veist þessa hluti, passaði þig hverjir í kringum. Vertu tilbúin að segja, herru, ég ætla ekki að lifa í mínu frelsi út af því að ég elska bróður minna eða systur minna og mér langar ekki að þau haldi að það sé allt í lagi að borða eins og ég sé að tilbiðja falskuði. Ef að hún þekkir ekki að þetta raunverulega engin Guð í sjálfu sér. Þannig að kristna hugsunin þekking þín til staðar, en hugsaðu hverjir í kringum og hverjir hafa ekki þekkinguna sem þú ert með. Þannig að vertu tilbúin að leggja niður þitt frelsi eða það sem þú vilt gera út af því að þú vilt að bróðin eða systir blómstri og svo vil ég hugsa til þess að því ég var að lesa þetta Frida Nippel-dæmi að það snerist ekkert hvað aðrir, hvernig aðrir horfðu á þig, eða hvað aðrir ströggluðu við. Það var eina, mér finnst og ég ætla að gera mér það sem að mér finnst. En kristna hugsunin leyfir okkur ekki að segja mér alveg saman hvað öðrum finnst. Ég veit að í samfélagi sem mjög einstaklingsbundið sem segir mér alveg sama hvað öðrum finnst, ég ætla bara að gera mitt stöf, það ekki kristin hugsun. Öll kristin hugsun gerist í samhengi samfélags. Þannig að við erum búin að gefa hvort öðru, við erum í samfélagi við hvort annað, þannig að við getum ekki sagt mér alveg sama hvað bræður minn og systur finnst út af því að þau eru til staðar til að hjálpa mér, til að vaxa í trú, til að ýta mér að Guði, til að hjálpa mér þegar ég díla við synd að segja, heyrðu, þú verður að laga þessa hluti. Og í öðru lagi, þá til og með sem svo þá verðum við að segja, ok, ég með þekkingu en ég veit að það aðrir sem gæti ekki verið með sömu þekkingu og ég. Þannig að ég get ekki sagt mér alveg sama þá. Ég verð að taka tillit til þeirra og hvernig get ég, þegar ég horfa á Guð, réttur hans var að senda mig til helvítis eins og ég var. Ef hann hefði bara farið eftir rétti sínum, þá var ég í mjög slæmum málum. Hvernig get ég hort á mál Guðs og sagt, ég ætla ekki að hafa aðra í hug. Þegar almáttugur Guð horfði mér á syndar eins og mig og frelsa. Og ég ætla ekki meina að segja, ég ómerkilegur til þess að hugsa hvað öðrum finnst. Eða hversu veikir þeir eru fyrir því sem ég að gera. Það ekki biblíuleg hugsun, það ekki kristin hugsun. En hvernig hugsar þú frelsið þitt? Þú getur verið með þekkingu til dæmis að áfengi ekki slæmt í sjálfum sér. En hvað gerist þegar einhverjir í kringu þig sem alki, eða sem getur ekki fengið sér bara séð áfengi og þá vill hann bara fara að drekka sér fullan og fara bara á eitthvað 5 daga partí. Erum við tilbúin að segja, ok, ég hef þekkingu, þetta ekkert slæmt, en ég elska bróður minn, ég elska systur mína og ég ætla ekki að meðan hann innan og hún innan, þá ætla ég að sleppa því að gera það sem ég veit að ég má gera. Þannig að getum við sleppt okkar rétti í augnablik til þess að elska bræður okkar og systur vel. Hvernig þú klæðist til þess, hvað þú horfir á, hvernig þú talar, hvernig þú kemur fram við aðra. Kristna trúin leyfir okkur ekki að segja mér drullu saman hvað þau finnst. Og við ættum til þess að vera til í að breytast fyrir aðra. Að þekking okkar ætti að færast yfir í kærleika. Og sérstaklega sem meðlimur átt að segja á því að fólki sem í kringu þig, sem í kirkjunni með þér, til staðar til að hjálpa þér og þér ætti ekki að vera saman hvað því finnst. Þú veist að ef þið eru að gera það í kærleika, þá erum við að leita sér til því að þú vaxir í trú og þú vaxir í þekkingu og þú vaxir í Guð. Þannig að fyrsta versið sem segir þekking blæs upp en kærleikurinn byggir upp. Það tengist versum 9, 10 og 11 sem segir en gæti þess að þetta frelsi ykkar verði ekki hinum óstyrku að falli. Því að sjá einhver þig sem hefur þessa þekkingu setja til borðs í goðahófi, myndi það ekki stæla samvisku þess sem óstyrkur til að neita fórnarkjöts. Hinn óstyrkin glatast þá vegna þekkingar þinnar,
bróðurinn sem Kristur dó fyrir. En eitt af því merkilega sem við getum lært að það merkilegt finnst mér að Korinthamenn voru virkilega að spyrja þessu. Þannig að við búum í samfélagi í dag sem oftast vil gera lítið úr trúnni. Það vil trúa, það vil fá frelsi, það vil fá eilíft líf og annað eins, en það vil ekki endilega að það hafi áhrif á allt sitt líf. Þannig að það finnst mér merkilegt að Korinthamenn eru virkilega að senda bréf til Pálus og segja, má ég borða kjötið? Í staðinn fyrir að segja bara, heyrðu, mér finnst þetta að ég ætla að gera. Ég ætla að gera það sem mér finnst. Því þægilegri sem trúin hefur gerst til dæmis á Vesturlöndum, því færri vilja vita meira, Og því allavega þegar við stöndum fram fyrir Guði og við erum búin að gera þetta mistökum að þá getum við sagt, ég vissi ekki neitt. Ég vissi ekki neitt af þessu. En Korinthamenn þeir fatta að trú ekki bara spurning andlega hluti eða hugmyndafræðilega hluti, heldur að birtist trú þeirra í mjög líkamlegri og praktískri mynd. Þegar þau fara út af samkomunum þá það ekki trúi mínu búin þangað til í næstu viku, þá það hvað get ég gert við vikuna til þess að gera Guð minn dýrlega. Að trúin þeirra byrjar að taka allt þeirra líf og það hefur bókstaflega áhrif á hvernig þeir borða, jafnvel. Hvernig þeir borða, hvað þeir borða. Trúin ekki eitthvað sem við gerum á sunnudögum, hún hefur áhrif á allt okkar líf, hún tekur yfir. Og eitthvað sem við þurfum að minna okkur á í menningu sem vill gerast kristið án þess að þurfa að breyta miklu eða að kosti það mikið að við verðum að muna þegar við játum Jesú Krist sem drottinn, þá erum við að játa hann sem drottinn yfir öll okkar lífi. Að þá verðum við að breyta hugafæðar í ljósi fagnaðarins. Eins og við biðjum hana í Mattheus 6 Jesús að kenna lærisveinum að biðja fyrirgef oss vorar skuldir svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Það fyrirgef okkar skuldir á meðan við förum út og fyrirgefum öðrum. Allt kristna lífið gerir sér fram á krossin að við erum að lifa fyrir einn áhorfenda. Þetta svolítið skrítið að hugsa sér að það einn út á sviði, allir eru upp á sviðinu og einn út í salnum og það Guð. Það hans álit sem skiptir máli og við erum að lifa fyrir hans álit. Og það annað sem við munum sem texti dagsins minnir okkur á að þekkingin ekki endamarkmiðið, kærleikurinn heldur ekki endamarkmiðið. Þannig að við getum farið í sagnfræði og fundir til dæmis endalausar sögur af uppreisnum. Það bók sem heitir Encyclopedia of War sem fer yfir 1700 stríð sem hafa verið skjalfest gegnum tíðina. Og þannig að yfir tíðina hefur mannkynið verið mjög duglegt við að drepa hvort annað. Við að eyðileggja menningar og eyðileggja þorp og borgir og hvað annað. Við erum búin að vera mjög dugleg við það. En það sem merkilegt að ef þú myndir horfa á þessi stríð eða uppreisnir og halda að punkturinn á bakvið þetta stríð var bara að einhver vildi vera ofbeldisfullur, þá það oftast ekki tilgangurinn á bakvið stríði. Oftast einhver svona, mér langar að vera eiga meiri landsvæði eða hugmyndafræðileg hugmynd á bakvið þetta. Ég þola ekki trú þeirra, ég ætla að drepa þá fyrir trú sína eða ég ætla að fá ráðast inn í þetta land út af þeir eru með olíu og ég er með bíl, og það virkar saman, þannig að ég ætla bara að ráðast inn í þeirra land og fá þeirra olíu. Hvað sem það ef við myndum horfa á stríð heimsins og hugsa að eini tilgangurinn á bakvið stríði einhver hugsaði, mér langar að drepa fólk. Mér langar að fara að valda skaða og eyðileggja menningar. Að þá var það mjög rangt á okkur. Oftast tilgangurinn á bakvið stríð eitthvað dýpra heldur bara stríðið í sjálfu sér. Þannig að ef við lesum textan í dag og við göngum í burtu með þá hugmyndum að eina sem kristna trúin snýst að þekkja Guð og að hafa kærleika. Þá ertu alltaf komin bara fram með þekkinguna og það mjög gott. En kærleikurinn í sjálfu sér heldur ekki endamarkmið trúar. Að það sem endamarkmið trúar okkar að gera Guð dýrlega. Ástæðan fyrir það við elskum út af því að Guð dýrlegur í elsku okkar. Að til dæmis þekking og kærleiki eitthvað sem við gerum, en það í sjálfu sér ekki ástæða þess sem við erum kristin. Og ástæðan meira og hún liggur til dæmis í versi 6 í dag. Þannig að við sjáum, þá höfum við ekki nema einn Guð, föðurinn, sem allir hlutir eru frá og orðnir og frá og líf vort stefnir til
og einn drottinn Jesú Krist sem allir hlutir eru tilorðnir fyrir hann og vér fyrir hann. Þannig að ástæðan fyrir við leitum í þekkingu og þekking sem leitir kærleika út af því að við viljum gera Guð okkar dýrlega. Ef endamarkmið þitt er bara að sýna kærleika, þá áttu einhvern tímann eftir að hitta mjög leiðilega mannesku sem er mjög erfitt að elska. Og þegar við hittum þessa mjög leiðilegu mannesku, ef endamarkmið þitt er bara að sýna kærleika, þá munt þú gefast upp. Sérstaklega ef þetta er manneska sem bara tekur mjög illa í þig eða snertir taugar sem að fáar aðra mannesku gera. En ef markmið okkar er að gera Guð dýrlega, þú veist, þannig í hjónaböndum okkar til dæmis. Í hjónaböndum heimsins þá er það oftast að gefa smá og taka smá. Það er svona hugmyndin á bak við hjónabönd margra í dag. En það sem kristna hjónaböndi snýst er að við endurspeglum fagnaðarheiminn. Þannig að þú sem eiginmaður eða eiginkona, þú elskar ekki eiginmannið þinn út af því að hann elskar þig vel, heldur elskar þú eiginmannið þinn út af því að Kristur elskar þig vel. Og eiginmaður, við leggjum okkar líf niður fyrir konuna okkar, ekki út af því að konan okkar talaði svo yndislega við okkur í dag og gaf okkur þessa fínu gjöf eða við erum bara svona í svona finnum ástina og rómantíkina blómstra innan með okkur, heldur út af því að Kristur lagði líf sitt í sölunar fyrir okkur, að við höfum tilgang alltaf. Jafnvel þegar maki okkar elskar okkur ekki vel, jafnvel þegar að segja eitthvað sem bara særir okkur, þá höfum við alltaf tilgang til þess að elska. Og í menningu sem segir mér sama hvað annað fólk segir eða finnst, þá hefur kirkjan tækifæri til þess að standa út á mjög guðlegan hátt. Að muna í 1. Korintharbréfi 8. kafla að ég ætti jafnvel að vera tilbúin að afsala rétti mínum til þess að hjálpa öðrum. Ef ég hitt eitthvað sem er óstyrkur, gagnvart einhverju sem ég veit að ég er frelsi yfir, er ég tilbúin að leggja það frelsi niður til þess að elska vel, til þess að sýna kærleika. Þannig að af hverju leitist við í þekkingu og þekking sem leiðir í kærleika því að miðpunktur lífs okkar er Guð. Því að allt líf okkar stefnir til Jesú Krist og allir hlutir eru tilorðnir fyrir hann og við þurfum ekki að finna upp nýtt lífsmottó. Ég held að það sem að siðbótagæjarnir gerði Martin Luther og John Calvin var vel orðað á latínu soli deo gloria. Guði einum sér dýrin. Það er heldur gott lífsmottó fyrir alla kristna menn. Það er tilgangur okkar. Af hverju elskum við vel? Af hverju leitist við að þekkja? Af hverju leitist við að vaksa í trú og von og kærleika? Af hverju leitist við fyrir kraft Heilags Anda að líkjast Kristi meira? Það er út af því að hans er dýrðin. Það er Guð sem á að fá sviðsljósið og athyglina. Og þegar það gleymist, þá fer mjög margt úrskeiðis. En út af því að þetta er ástæða lífs okkar, ekki hegðunarbreytingin, jafnvel iðrun eða kærleikur, eða fyrirgefning, eða sýna náð, það er ekki ástæða lífs okkar, það er ávöxtur trúar okkar. Þessi hugsun kemur svo augljóslega fram í 13. versinu. Þar segja að líf mitt snýst að gefa Guði dýrð með því að öðlast þekkingu og leyfa þekkingu minni að leiða mig að kærleika. 13. versinu segir: þess vegna mun ég, ef matur verður bróður mínum til falls, aldur og ævi ekki kjöts neita, til þess að ég verði bróður mínum ekki til falls. Hversu margir elskar bacon Eitt sem elskar bacon, ok. Við þurfum að biðja fyrir kirkjun okkar. Þannig að Páll er að segja, ef að til það starf, ef það tekur það að bróður minn skilur aldrei, að ég get borðað þetta kjöt á þess að taka þátt í falskauðadýrkuninni sem var á bakvið að þetta kjöt er til staðar í dag, að þá mun ég, ef til það starf, ekki neita kjöts alla mína ævi til þess að elska bróður minn eða systur mín. Það er svolítið stórt, ekkert bacon alla þína ævi. Sérðu fórnina sem Páll er tilbúin að ganga til þess að sýna ást Guðs. Þess að leyfa þekkingunni sinni, ekki vera bara þekking. Heldur að gera kærleika og þú veist að það er meira bak við þetta heldur bara kærleikurinn. Tilgangurinn er svo Guðsýttilegur. Það er jafnvel, þú veist, ef að tilgangurinn er bara kærleikur og þú ert til einhvern tímann, þú veist, mynd þú vilja borða kjöt. Einhvern tímann verður í slæmu skapi og segir, þessi gæi er hvort það er svo leiðilegur, ég ætla bara að borða kjöt og hann verður bara að díla við sitt. En ef markmið okkar er að gera Guðdíla, þá erum við með annan drifkraft bak við allt sem við gerum. Og mér langar að enda á versi sem að Páll skrifar, og hann skrifar til kirkjunnar í Róm, reyndar ekki í Korintu.
Og ég vona að við séum ekki, í dag að við séum ekki bara búin að elast þekkingu, heldur að við förum út, þú veist, að núna er samkoman okkar að dragast að enda og við förum að klára samkoman okkar, en vikan er rétt að byrja. Þannig að trú okkar snýst ekki bara hvað við gerum á sunnudögum, heldur hvað kirkjan gerir þegar hún fer í sitt daglega líf, að þegar við erum í vinnunni eða skólanum eða hvað sem við erum að gera, gerum allt Guði til dýrðar. Við langar að lesa í Rómarbréfi 12. kafla, versum 6-21, sem ég held að væri bara gott að hafa í huga þegar við förum út í veguna. Hér segir hann, við höfum margvíslega náðagjafir eftir þeirri náð sem oss er gefin. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í hlutfalli við trúna. Sé það þjónusta, skulu við þjóna. Sá sem kennir, hann kenni. Sá sem áminnir, hann áminni. Sá sem útbýr gjöfum, gjöri það í einlægni. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin, og sá sem yrkar miskunnsemi, gjöri það með gleði. Elskan sé flarðarlaus. Hafið anstign á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Verið ekki hálfvolgir í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið Drottni. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, stundið gestrisni. Blessið þá er ofsakja ykkur, blessið þá en bölvið þeim ekki. Fagnið með fagnindum, grátið með grátindum. Berið sama hug til allra, hreykið ykkur ekki, en haldið ykkur að hinni lítilmótlegu. Ætlið ykkur ekki hygna með sjálfum ykkur. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leitið sem það er unnt og á ykkar valdi. Hefnið ykkur ekki sjálfir, þér elskaðið, heldur lofið hinni refsandir yfir Guðs að komast að því að ritað er mín er hefndin. Ég mun endurgjalda, segir Drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gefa honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gefa honum að drekka. Með því að gjöra þetta sann að þú glóðum elds á höfðum honum. Láta ekki þið vonda yfirbuga þig, heldur sigra þú illt með góðu. Ég held að það sé gott vest að hafa í huga þegar við leitumst eftir því að leifa ekki bara þekkingu okkar eða guðfræði okkar að dvelja sem þekkingu, heldur að leifinni að hafa áhrif á okkar líf, praktísk áhrif, þannig að við förum og elskum vel. Að við höfum þetta vess í huga þegar við förum út í þessa viku og leitumst eftir því að gera Guð dýrlega með því að vera fólk sem elskar vel. Þannig að við langar að biðja Michael, getur þú maður sögu? Heilaði Faðir, við þökkum þig fyrir, við komum fram fyrir þig og við vitum að það er ofta sem að við höfum ekki verið nógu góð. Við vitum að það er ofta sem að við höfum ekki staðið ykkur vel í stikinu. Við vitum Drottinn að við erum hér, ekki út af því að við erum svo góð, eða við erum að skilið, heldur að þú hefur elskað okkur þrátt fyrir öll mistök okkar, þrátt fyrir synd okkar. Við þökkum þig Faðir fyrir trúfastíðina, fyrir þá náð sem þú hefur sýnt Drottinn og ég bið, nú þegar þessi samkoma dregur að enda Drottinn, ég bið að þú hjálpir okkur, þú heilagur Andi starfar í okkur og gefur okkur styrk til þess að horfa til þín í öllum kringumstæðum þegar við höfum enga ástæðu til þess að sýna kærleik, megum við horfa til þín og við minnumst þess að við höfum ástæðu. Þegar þú hefur elskað okkur í syndum okkar, þegar við ætlum það ekki skilið, þá höfum við ástæðu til þess að elska vel. Ég bið Drottinn, heilagur Andi að gefa okkur styrk. Við byrjum að umbreyta hjörtum okkar og umbreyta augum okkar að við megum horfa til þín og gera þig dýrlegan með öllu okkar lífi, Drottinn. Ég byrjum að varðveita okkur og leið okkur og ég bið Drottinn að hjálpa okkur að elska vel og þegar við leitumst í þekkingu og þegar við vöxum í þekkingu, megum við ekki bara vaxa í að þekkja þig eða þekkja okkur, megum við vaxa í kærleika Drottinn þegar við horfum á hvernig þú hefur elskað okkur. Við þökkum þig Faðir fyrir trúfastíðina náð í Jesú nafni, amen.